Komið blessu og sæl og verið velkomin. Hingað kominn gestur, fljúgandi frá útlöndum, íslensk kona á besta aldri, hélt akureyrskum konum í formi í mörg ár. Það er að segja hún íþróttakennari en hefur svo búið í Bretlandi, út allt Bretland, Wales, Skotlandi. Edda Hermannsdóttir. Við ætlum að spjalla hérna eftir. Edda Hermannsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Og ég nefndi að þú hafi búið víða Bretland. Já. Í England, Skotland, Wales. Er það ekki rétt? Jú, ég meira þess að hélt í fávissu minni þegar ég flutti til Wales að þetta væri í raun og veru sama landið. En komst á því að það er alls ekki. Nei, og allt annað, tungumál og allt. Já. En hvar býrðu núna? Ég bý í Skotlandi núna, ég bý í Edinborg. Já. Fallegri borg. Mjög, og sögulegri, fallegri og bara einstakri borg. Hún er talin vera ein af undrum veraldarinn og hún er komin í hóp þeirra staða sem að... Já, er það? Er hún komin á skrá Sameinuðu þjóðanna? Já, og hún er sem sagt venduð. Já, þannig að þú mátt ekki mála gluggann á húsinu þínu? Nei, ekki ef ég byggi í þessum frægu húsum. Já, sem að þarna eru, kastalinn og það alls saman. Já. Hvað ertu búin að búa lengi þarna? Við erum bara rétt búin að vera 2 ár þarna, þannig þetta er örstutt, ég er rétt að byrja að venjast. 2 ár. En maðurinn minn er Skoti, þannig að hann á fjölskyldu þar. Já. Og ég hef komið mikið til Skotlands í gegnum þessi ár sem ég er búin að vera í burtu. Þú segir við, hver er maðurinn þinn? Hann er Andrew Kerr, hann er borgarstjóri Edinborgar og hann er upphaflega íþróttamaður og þannig í gegnum íþróttina kynntust við. Já. Og svo hefur þetta bara, þetta er orðið 25 ár. Edda, þú ert borgarstjórafrú. Já, það er Íslendingarnir hafa voðalega gaman að segja þetta við mig og finnst þetta voðalega skondið og mér finnst þetta náttúrulega bara brandari. En þú, já, er það? Já, og það er íslensk kona verður ekki borgarstjórafrú. Nei. Við erum ekki í þessu stéttadæmi en auðvitað í Bretlandi þá er ég borgarstjórafrú. Já, þú ert það. Þarftu að sinna einhverjum skyldum sem borgarstjórafrú? Já, ég þarf að gera það. Kona mín baði mig að spyrja þess. Já. Þetta er náttúrulega, ég get valið. Ef ég vildi alls ekki gera það, þá myndi ég ekki þurfa þess. Nei. En það er svona óbein tilætlun það að ég taki þátt í starfi mannsins míns og mæti á staði og taki þátt. Þannig að mér finnst það bara sjálfsagt ef það er stuðningu við hann og hans starf. Já, vill hann hafa þig með? Já, hann vill endilega hafa mig með. Já. Og það, ég komst ekki mikið fyrst eftir að hann byrjaði starfið og það var farið að spyrjast fyrir það, Já, hvar er frúin? Hverju konan kæmi ekki með Já. Og hvort hann ætti konu yfirleitt og svo var einhver sem sagði, hvar er þessi svokallaða konan Andrew, ég hef aldrei séð hana. Þannig að síður og venjur þarna eru mjög hefðbundið og mjög sterkar. Varðandi þesta? Já, og varðandi allt sem við kemur embættum, sem sagt hjá henni opinbera. Já. Þá eru miklu síður í gangi og Andi er telst nútíma borgarstjóri og er að breyta mörgu sem hefur verið mjög fast í svona hefðum. En hann veit líka að það er ákveðnar hefðir sem ekki hægt að breyta. Já. Því að það er bara sögulegt og því verður ekkert breytt. Já, hann náttúrulega er af svæðinu sem hann segir. Já, og hann þekkir þetta. Og þekkir þetta alls saman. En þá bara allt í undir eftir mér hug, af hvernig fólki er hann þá kominn? Upphaflega er hann frá verkamannastétt í mið-Skotlandi og fólk sem að þurfti að hafa fyrir lífinu og vann sig upp og pabbi hans vann sig upp sem þangað til að hann var orðinn bankastjóri og mamma hans lærði að vera bókhaldari sem var mjög óvinnilegt á þeim tíma og þau komu sér vel fyrir og hugsuðu sína 2 syni og komu þeim til mennta og þeir voru þeir fyrstu í fjölskyldunni sem fóru í háskólanám. Já. Það hafði aldrei gerst áður og einfaldlega vegna þess að fólk hafði ekki efni á því. Nei. En þarna sem sagt varð breyting á og þessi stéttaskipting sem er í Bretlandi og ríkir mjög sterk. Að þú kemst ekki út úr þinni stétt nema helst með því
að mennta þig. Já. Menn eiga möguleika á því að komast út úr því eins og Já, segir. en svo er bara alltaf svona, það er alltaf vitnað í og menn eru gjarnan stoltir sem hafa staðið sér vel. Þeir eru stoltir yfir að segja ég er úr verkamannastétt. Já, úr sinni lægri stétt. Já. En sko nú ertu búin að búa á öll þessum stöðum og öll þessi ár, hvað er mörg ár? Ég er að verða búin að vera 24 ár. Það heyrist ekki á mælið þínu. Nei, en ef það gerðist, þá var ég miður mín og þá myndi ég skammast mín. Já. Ég bara get ekki látið það gerast. Að þú fáir hreim? Nei, hvorki hreim né sletti. Ég á mjög erfitt með að sætta mig við. En sko, eins og ég segi, nú ertu búin að vera alla þennan tíma. Þú hlýtur að finna þetta alveg og meta þetta. Hefur orðið breyting á þessu frá því þú kemur fyrst eða það til dagsins í dag? Er þetta eitthvað að mýkjast þetta stéttardæmi í Bretlandi? Nei. Það er ekkert að mýkjast? Nei, þeir eru alltaf að tala um það. En það er ekki. Og það er mjög mismunandi eftir hvar í landinu þú ert. Auðvitað eru ákveðnar borgir sem eru meira nútímalegar og svona opnar fyrir öllu mögulegu. Eins og? Já, eins og til dæmis London. Og svo byggum við í Birmingham og það er fjölþjóða borg. Það er 48% af borginni eru innflytjendur. Já. Og það er mjög skemmtileg borg og hugsa mikið fram í tíman og svona, en það er samt, það er alls, þetta er bara, þeir eru fæðast inn í þetta og þó að það sé náttúrulega allt annað en var kannski fyrir 100 eða 200 árum síðan, að þá finnst mér breytingi síðan ég flutti, hún er sáralítil og engin, sko. Er það? Já. Og það er sko, það situr í Bretum mjög mikið, sko, hvaðan þú kemur, hver þú ert, hvað ertu menntaður og það er talað um. Hérna heima, þá er þetta meira, hvaðan ertu og svo er sagt, sko, hver eru foreldreinir eða Afi, amma. Já, og það er meira að byrja að tala um það, skiptir ekki öllu máli hvað þú gerir. Já. Það kemur svona seinna hérna, en úti þá er yfirleitt byrjað að fiska eftir strax og það er til dæmis hefðbundið í Skotlandi, eða ekki í Skotlandi heldur í Edinborg. Eitt sem við höfum aldrei kynnst annar staðar, að þú tengir þig alfarið við skólann sem þú varst í. Og það þýðir það að það eru einkaskólar. Og það sem er mjög óvenjulegt í Edinborg er það að 25% af börnum í Edinborg fara í einkaskóla. 25%? Já, en í meðaltali í öllum öðrum borgum er það 6%. En sko, hvað orsakar þetta? Þetta er rík borg. Þetta er rík borg. Já, og mikið er ríku fólki. Einkaskólar, Já. það er dýrar að setja börnin í skóla, fá þau betri menntun. Já. Þau gera það. Já, sko, í raun og veru fá þau meiri, hver einstaklingur fær meiri athygli og þeim er hjálpað að stýra þeim inn í þann farveg sem þau vilja frá byrjun. Já. En sko, ég gæti ekki sett barnið mitt í einkaskóla. Það væri bara... Nei, það kemur ekki til greina, þó hún fengi betri menntun. Já. Það er að setja mig inn í stéttskiptingu og ég er ekki að taka þátt í stéttskiptingu. Já, þú ert borgarstjórafrú. Ég var það ekki þegar ég flutti út. Nei, en segðu mér meira, sko, við hvers konar athafnir þarft þú að vera? Ég get ímyndað mér að maðurinn þinn, Andrew, þurfi nánast á hverjum einasta degi að vera í einhverju klipp á einhvern borða og opna barnaheimili eða svoleiðis. Það er ekki svoleiðis? Nei, hann er ekki neinu svoleiðis. Nú? Og ástæðan er svo að hann er framkvæmdastjóri borgarinnar. Hann er ekki pólitískur. Nei. Og þar af leiðandi þá sér hann að koma því í verk sem pólitíkusarnir ákveða. Já, borgarstjórn þá væntanlega. Og hann gefur þeim ráð um það hvað þeir geta og hvað þeir geta ekki. Hann er með 19.000 manns í vinnu og hann ber ábyrgð á sínu starfsfólki og hann ber ábyrgð á öllum framkvæmdum í borginni. Hann ber ábyrgð á öllum kosningum. Þannig að það er hans hlutverk. Og hann gerir lítið af því að koma sjálfum sér á framfæri, því ef hann gerir það, þá fær hann ekki frið til að vinna. Já. Og hann þarf að fá frið til að vinna og koma hlutunum í verk. Ættu að segja einhverjum borgarstjórum það? Og pólitíkusarnir eru þarna til þess að vera séðir og heyrðir, en hann er aftur á móti að koma hlutunum í verk. En hann þarf samt að mæta og vera fulltrúi borgarinnar ansi oft. Já. Og bara á síðustu 3 vikum áður en ég kom hingað. Og þetta er ekki verið að segja að þetta sé svo merkilegt fyrir mér, en þetta er lífið sem ég lifi. Að við vorum í kvöldverði með Obama, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, rétt áður. Við vorum í garðveislu hjá drottningunni og eitthvað svona fleira.
þetta finnst mér sjálfri ekkert mjög merkilegt. Nei, bara svona Vegna fólk. þess, já, sko, mér finnst þetta ekki merkilegt fyrir en ég veit að þetta er gott fólk og fyrir en ég er búin að tala við það og fyrir en ég er búin að frægt fólk fyrir mér þýðir ekkert. Það hefur enga þýðingu og ég hef engan áhuga á frægu fólki. Það er allt og mikið um það í Bretlandi. Það er sko, frægt fólk er allstar og alltaf verið að tala um það og koma því, þú veist, Að maður að hitta á þessu Já, áttar. og þetta þykir svo merkilt að hitta fólk. En ég er búin að hitta svo marga að ég met það á allt annan hátt. Og þetta er spurning hvernig kemur þú fram. Ég er mjög vön því að vera engin. Ég er vön því að vera Connors Andrews og þá er kannski eins og ég er að horfa á því núna að þá er ég kynnt fyrir kannski einhverjum, oftast því miður er þetta pólitískir aðilar sem haga sér svona. Þeir horfa mig í svona eina sekundu og svo þeir að horfa í kringum sig til þess að leita að einhverju sem er mikilvægari heldur en ég. Já. Þannig að þeir þurfa að nota tíman til að koma sér á framfæri. Og fyrst fannst mér þetta voðalega sárt og fannst mér þetta svolítið svona hallarslegt, en ég bara er löngu orðið vön þessu. En svo allt í einu hittir maður kannski einhverja mannesku eins og Barack Obama sem að heilla mann upp úr skólum og maður sér þarna stóra persónu, ekki bara sem að við þekkjum úr sjónvarpinu. Fékkstu tíma til að segja eitthvað við hann, tala við hann eitthvað? Það var svona almenn umræða og Já. ég geri aldrei neitt í því að koma mér á framfæri en það eru margir sem að ég hef hitt sem að hafa vaxið í mínum augum eftir að hafa talað við það persónlega en aðrir hafa því miður fallið ansi illa. En hvað sagði drottningin okkar gamla? Og hún er svo falleg, hún er svo flott. Já. Og ég fór til Bretlands með það í huga til hvers að hafa þetta konungsfólk sko. Og hérna, ég verð nú að segja að hún hefur alveg heillað mig upp úr skónum sko. Já. Hún er svo heilsteypt og flott kona. Sko, finnur það, af því að þú hefur verið svo víða, finnur það fólki sko þykir vænt um hana? Já, hún er elskuð allstaðar. Já, hún er það? Já. Og ef fólk er á móti konustæminu þá samt ber það mikla virðingu fyrir henni. Já. Og sem sagt, ég snerist alveg í heilan hring sko eftir ég flutti. Það tók mér alltaf tíma, en vegna þess að aftur og enn og aftur, þetta er stéttaskiptingin og þetta er fyrirmyndin af stéttaskiptingin. En þegar þú flytur út, hvert ferðu þá fyrst? Ég fer til Cardiff. Já. Og það er vegna þess að Andrew bjó í Cardiff, þó hann var í Skoti, þá var hann að vinna þar. Hann var að vinna fyrir íþróttasamband Wales. Er hann íþróttamaður á upplagi? Já, hann fór í háskólanám til London í íþróttafræði og sögu, hann var mikill sögumaður. En hann fór nú mest til London vegna þess að hann var að keppa í breska landsliðinu í 400 metra hlaupum. Já. Og náði mjög langt í því og var einna bestu, hann var breskumeistari og skoskumeistari. Heldur í við hann? Og já, sko, ég er náttúrulega miklu betra ástandi endur maður. En þannig byrjaði hans ferill og hann fór inn í íþróttamálinu og fór inn í stjórnunarstörf í íþróttamálum. Er það upphafið að því sem hann er þá að brasa við í dag? Og það er mjög sjaldgæft því að yfirleitt er þetta annarkvæmt lögfræðingar eða endurskoðendur sem fari í þessi störf. Já. En hann var að vinna þarna í íþróttasambandi Wales þegar ég kom og hann var búinn að segja mér og nú langaði alltaf til þess að gera mastersgráðu í viðskiptum og svona hagfræði. Og ég kom heim einn daginn og sagði, jæja, er ekki kominn tími til að þú farir að gera eitthvað í þessu? Og hann alltaf segi, jú, ég vil endilega prófa, en við bara höfum gefnað þessu. Því við þurftum náttúrulega að borga fyrir þetta því hann var sko orðinn fullorðinn. Já. Hann var kominn yfir 30. Já. Svo ég skellti mig til bankastjórans og spurði hann bara að því hvort ég gæti ekki fengið lán fyrir þessu og svo fór ég heim og Gjörðu svo vel. rétti andi í pappírana og hann var allsæll sko og fór og var 2 ár og vann með því og í millitíðinni sko hálfa leið í gegnum námið þá var hann kominn nýtt starf og á þeim forsendum að hann var sem sagt kominn í þetta nám og það gjörbreytti líf hans og hann er mjög hæfileikaríkur í þessu, hann er mjög vinsæll sem stjórnandi, hann er mjög vinsæll að konum vegna þess að hann er svo mikill jafnréttismaður og hann er skemmtilegur, hann er léttur en ástríðan er þvílík sko að hann vaknar á morgnana til þess að fara og gera lífi betra, bæta heiminn og bæta borgina og það er svo gaman að því hvað hann er, þú veist. En er hann þá mikið eða lítið heima?
hann er náttúrulega lítið heim í vikunni, sko, en hann er fjölskyldumaður og hann er ekki einn af þeim sem skreppur með félagunum á pubin eða í golf eða eitthvað. Að þannig að þegar dóttir okkar fæddist og þá hætti hann að spila golf því hann tímdi ekki tímanum. Já. Og hann ætlaði alltaf að byrja aftur en svo hefur starfið tekið yfir og við svona, við vinnum þetta í samvinningu, hann náttúrulega vinnur mikið og lengi og ég sé þá aðra hluti og ég grínast oft með að ég stofnaði fyrirtæki sem heitir Us Limited og það er nefnilega þannig, sko, ef þú stofnar fyrirtæki þá á það að ganga vel og þá að hafa hagnað og þá að vera, sko, vel hefnað og vinsælt og það er sem sagt okkar fjölskylda, Us Limited og þannig rek ég okkar fyrirtæki. Þannig þegar við flytjum þá er það mitt mál að sjá að selja og kaupa hús, finna leiguhúsnæði, finna fyrirtæki til að flytja dótið okkar. Hann er farinn því að þegar hann skiptir starf þá fer hann strax. Það er það sem orsakast. Þið eruð þarna niðri í Cardiff og farið svo hvert til dæmis? Birmingham. Þið til Birmingham og í svona svipað starfi eða? Hann byrjaði að fá íþróttafulltrúastarf Birmingham borgar. Birmingham er 1 milljón manna borg, stærsta sveitafélag í Evrópu. London öðruvísi, það eru 12 sveitafélag, en Birmingham er 1. Og eftir hálft ár eða 9 mánuði þá var hann orðinn aðstoðarborgarstjóri. Og þar byrjaði svona ferillinn að fara yfir í þetta. Yfir í pólitík, eða ekki pólitíkinu heldur í þetta, já. Og hann flytur og ég er með 6 mánaða gamalt barn og ég tek að mér sem sagt að það hlutverk bara að flytja okkur. Og þetta er ákveðin pakki og það er oft sagt að þetta sé stressandi og það sé erfitt að flytja og ég skil það mjög vel. En þetta er líka bara vinna. Og ef maður skipuleggur vinnuna sína, þá er hún auðveld. Svo ég sest bara niður og byrja að skipuleggja og svo fer ég náttúrulega oft í heimsóknir til að reyna að finna út hvar viljum við búa og hvernig viljum við hafa þetta. Til að skoða og svona. Ákveður þú hvernig húsnæðið þið kaupið? Já, alfarið. Og hann kemur alltaf til að skoða? Síðasta hús sá hann ekki þegar við keyptum það. En hann segir bara, þetta mín, ef þér líður vel í þessu, þá líður mér vel í þessu. Og þannig er þetta bara, auðvitað áður hefur hann skoðað hús og svona, en það situr svolítið í mér að þessi íslenski uppruni að eiga heima í hlýju húsi, eiga heima í húsi með garði og ég þarf alltaf að vinna svolítið mikla vinnu til þess að fá þetta. Af því að gömul hús í Bretlandi eru illa einangruð, oft köld, dýra hita þau og ég er ekki alveg tilbúin að fara í svoleiðis, þó mér finnst þau falleg. Já. Þannig ég leita ofta húsnæði sem að svona meira líkist því sem ég átt að venjast og Andri er alltaf hæstánað með þetta. En sko eins og ég segi, hann er með sko yfir 1 billjón punda fjárhagsáætlun en sko hann hefur líka framkvæmdastjóra. Fyrir sjálfum sér og öllu. En hefur þú, sko, vegna þess að þú ert íþróttakennari? Já. Frá hvaða skóla? Íþróttakennarskólanum á Laugarvatni. Á Laugarvatni? Já, útskrifast 1980 og ég fór í skólan með allt öðru hugafæri en margir. Ég fór ekki endilega til þess að verða skólakennari. Nei. Ég hafði yfirþyrmandi áhuga á að fá almenning með mér. Og ég byrjaði sem krakki, þá byrjaði ég að fara með vini mína á skíði og kenna þeim á skíðum. Af því ég var alltaf upp í fjalli og skíðum og svo kannski kunnu þau ekki á skíðum, þá fórum við í Kotabrekkuna eða Lallabrekkuna á Akureyri og ég var alveg æsti að kenna öllum á skíðum. Og það var svona smám saman að ég var í íþróttum en hafði ekkert mjög gaman að keppa. Já. Var ekkert mikið fyrir það. Ég var bara fyrir að taka þátt og fyrir að hafa sem flesta. Og þess vegna fór ég í skátana. Já. Það alveg sko, fann ég mig alveg og ég var í skátunum alla tíð og hafði alveg frábæra leiðtoga þar sem að sko kenndi manni svo margt að ég er búin að lifa á því síðan. Og þar var sko líkamlega áreynsla og það var maður að læra og það var félagskapur og allt mögulegt. Og svo var ég alltaf svona aðeins í íþróttunum til liðar. En þegar ég fór á skólan þá fór ég fyrst og fremst með það í huga að ég ætlaði að reyna að fara út í, ég vissi ekki eins og hvað. Ég vildi bara fá almenning með. En varstu samt ekkert að kenna?
Jú, ég fór að kenna 6 ár í gagnfræðaskólanum. Já, það ekki? Jú, yndislegi krakkar og ofsa gaman. Já. Og ég var nú ekki nema rétt aðeins eldri en þau, sko. Og það var mjög skemmtilegt og ég voða gaman að þeir labba Akureyri og heilsa gömlu nemendum því að þeir eru ekki alveg vissi hvort ég þekki það. Já. En svo þegar ég þekki það, nei, þekkir mig. Já. Og það finnst mér mjög skemmtilegt og svo fór ég að setja af stað kvennaleikfimi. Eins og ég sagði, þú ert búin að halda helmingi kvenna á Akureyri í góðu formi. Já, það var svona 300-400 þegar það var mest. Og það var alveg meiri háttarstarf. Þannig að það meiri hliðin á þér að gera þetta svoleiðis? Já, sko, ég hugsa að ég hafi ákveðna hæfileika í stjórnun og ég hefði sannlega getað farið þú ert framkvæmdastjóri fjölskyldunar. Já, en ég hefði getað farið sannlega inn í viðskipti eða eitthvað annað. En ég bara hef alltaf haft þessa ástræðu heilbrigt líf. Ég alin upp í íþróttaanda. Það þú að segja hverjir foreldrarnir eru. Já, pabbi Hermann Sitrisson, náttúrulega hans líf hefur alveg mótast af því að byggja upp íþróttamála á Akureyri. Íþróttafrömuður. Já, og upphafsmaður á svo mörgum. Já. Og það var ekki bara 1 eða 2 íþróttir, það var alveg sem að hvað það var. Það var opinn fyrir því og við náttúrulega vorum alltaf, ég og systir mín Anna, við vorum alltaf með í þessu og að eltast við hann út allt og mér fannst þetta ofsalega skemmtilegt. Mamma var líka mjög, mikill svona, já, hún hugsaði mjög fram í tímann og þau bæði voru þannig, þau hugsaðu lítið aftur í tímann, þau lifðu í núinu og hugsaðu fram í tímann. Og voru alltaf mjög ákvað fyrir því að það sem var nýtt og ungu fólki og taka fólk inn og láta það gista og vera og mamma var mjög fyrir matargerð og við sem krakkar vorum aldar upp á því að fá grænmeti og ávexti sem var ekkert endilega venjan þá. Nei, þú og systirinn? Já, og ég hef alveg síðan þá heilbrigt líf fyrir mér alveg ástríða og ég fannst svo gaman að fá aðra með mér í það. Í grænmeti? Allt sem hét að láta sér líða vel og ég var ekki bara með leikfimi, heldur sett upp alls konar fyrirlestra sem voru til þess að mennta konur. Ég fekk kvensjúkdómalæknir, sjúkraþjálfara og alls konar fólk til þess að hjálpa mér að koma málefninu fram á við. En gastu gert eitthvað af þessu meðan þú ert, eða þegar þú varst að byrja og flutti í Bretlands og maður þinn að koma sér í vinnu og gastu gert eitthvað svoleiðis? Ég flutti út og kunni varla málið. Ég kunni svona túristaensku. Ég kunni túristaensku og svona ástarmál. Það var mjög nauðsynlegt. En ég þurfti að læra mjög hratt. Svo ég sagði við Andreu, hvar heyri ég bestu enskuna í fjölmiðlum og hann benti mér á, það heitir Radio 4 og ég vildi ekki hlusta á sjónvarpið því að það er svo auðvelt að skilja án þess að skilja. En í útvarpinu verður að skilja og ég man eftir ég flutti út að þá var ég að reyna að hlusta á þetta útvarp allan daginn og skildi ekki helmingin af því. Hvernig leið ég þá? Ég veit það ekki, eftir að hugsa það var brjálaði, þetta var alveg klikkun. Mér leiði vel hérna heima, ég var með fyrirtæki, ég átti góða fjölskyldu, það var allt sem ég þekkti, ég var ekkert að flytja, ég var ekki að fara neitt. Svo allt í henni bara sitja þarna, hvað ger ég nú? Og ég þurfti að taka kennsluprófið mitt aftur, þeir samþykkja ekki erlend kennslupróf. Og ég þurfti að taka bílpróf aftur því að ég fekk ekki ökuskírteini nema að taka bílpróf. Það var eins og að byrja upp á nýtt. Og svo setti ég upp fyrirtæki og ég vildi ekki fara í samkeppni við stór fyrirtæki og fara að setja upp líkamsræktarstöð því það var að byrja voðalega mikið þá, þessar risastöðvar. Svo ég fór að setja upp mitt eigið og fór í einkaþjálfun og var fyrsta einkaþjálfur í Wales. Nei. Það var enginn sem hafði dottið þetta í hug. Og það náttúrulega tók smá tíma. 6 mánuði þá var ég komið með svona 3-4 kúnna. Eftir ár var ég komið 40, þannig að ég var komið strax í sama eins og ég hafði verið heima, vinna frá morgni til kvölds. Alltaf bara stækka. Og ég var svo heppin að ég komst inn á lögfræðinga, þar sem ég fekk 1 kúnna sem lögfræðingur og svo kom annar og svo allt í einu voru orðnir 11 og svo voru allar konurnar þeirra komnar og þetta gekk svona fyrir sig. Og
svo ætlaði ég að reyna bara að sjá þetta fólk eða hitta þetta fólk svona kannski 10 tíma og segja svo nú ferð þú að gera þetta sjálf. Ég flutti frá Cardiff 7 árum seinna og var ennþá með alla hópinn. Þá var bara borgað mánaðarlega og svo bara var haldið áfram og þó ef ég minntist á það að nú ætti ég að gera þetta sjálfi þessi. Já, en þegar þú kemur á morgnana, það er óþolandi. Þessar óþolandi eru að kemur á morgnana, alltaf í skóðskapi, alltaf svo hress klukkan 7:30 á morgnana að draga okkur úr rúminu. Að því ég gerði þetta svolítið öðruvísi heldur en aðrir. Ég fór ekki inn í líkamsstöðvarnar eingöngu. Ég fór heim til fólks, ég skoðaði hvernig það bjó, hvernig það svaf, rúmið þeirra, ég skoðaði eldhúsið, ísskápana, ég fór í vinnuna til þess, skoðaði hvernig það vann og svo setti ég saman prógram eftir hvað þetta fólk og flest af þessu fólki sem ég fékk var með þessa hugmynd að ég hef ekki tíma og þá þurfti ég að búa þann tíma til og oftast var það mjög auðvelt. Þetta var bara spurningum forgang og þetta var rosalega skemmtilegt og margt af þessu fólki er í sambandi við mig í dag þó ég sé ekki búin að búa í Cardiff í 15 ár. Þetta, tíminn er búinn. Það er ljótt. Já. Við getum talað miklu meira, þú saknaði miklu meira. Já. Er líkur á því að þið flytjið einhvern tímann heim til Íslands? Nei, það verður ekki. Það verður ekki? Nei. En þú ert í góðu og þeir eru í góðu sambandi heim? En ég er búin að ákveða að ég ætla að þegar Andri fyrir eftirlaun og hann er sáttur við það og finnst það bara skemmtilegt því að hann kemur hér 3 ári að við eyðum einhverjum mánuðum á ári hér heima. Verið velkomin. Takk. Takk fyrir. Svo högt að taka mynd af þér. Já, ég ætla bara að kveðja þig fyrst en svo tek ég mynd af þér. Sjá. Svona.